Verið velkomin í orðaskipti. Í dag tökum við fyrir spurningu sem liggur eiginlega í hjarta trúarlags vitnisburðar og við byggjum þetta á nokkrum lykiltextum úr Biblíunni. Umræðan snýst í grunninn það hvernig fagnaðarerindinu sé best miðlað. Það fyrst og fremst með því að lifa eftir gildum þess í svona hljóðlátri þjónustu og kærleika eða krefst trúin jafnframt skipulagðrar og vistmunnaðra framsettingar á þeim sannindum sem hún byggir á. Kjarni málsins kannski þessi, það verkin sem tala eða verða orðin að fylgja með? Ég mun halda því fram að kjarni boðunarinnar sé fólgnin í auðmýkuri þjónustu og áþreifanlegum kærleikasverkum að líf okkar sjálft sé predikunin. Oft flókna sannleika sem trúin byggir á geta verkin ein og sér orði merkingarlaus eða jafnvel miskilin. Þau þurfa samengi og það samengi að mínu mati skapað með orðum. Beitar okkur stöðugt frá yfirborðsmennsku og svona sýndarmennsku í trúarlífinu og í átt að raunverulegum daglegum verkum. Þetta er hinn sanna guðstýrkun. Tökum sem dæmi í Jesaf 58 sem í raun beitt gagnrýni á trúarhefðir sem orðnar innantómar. Spámaðurinn spyr fyrir hönd Guðs: hvers konar fasta haldi þér ég vilji sjá? Svarið alveg afdráttarlast. Fastan sem Guði þóknast ekki að hera á sjálfum sér, heldur að leysa hina kúuðu úr fjötrum og deila brauði sínu með þeim svöngu. Þetta ekki bara einhver siðferðisboðskapur. Þetta eftirbreytni á Guði sjálfum. Þegar þú breytir svona, þá endurspeglar þú Guð. Jesús tekur svo þennan þráð upp í Mattheusar Guðspjalli í því sem við köllum sælubóðunina. Hann segir við lærisveinana: þér eru salt jarðar og ljós heimsins. Hugsa þessa myndlíkingar. Salt gefur bragð og verndar gegn rotnun, en það gerir það í hljóði. Ljós lýsir upp myrkrið, það þarf ekki að tilkynna nærveru sína. Tilgangurinn að verkin þeirra verði svo sýnilega að aðrir muni vexa með Guð. Sem sagt, verkin sjálf eru boðskapurinn. Pál postuli hamrar svo af þessu í fyrra Korintubrefi. Hann skrifar til safnaðarins í Korintu, borgar sem var heltekin af mælskulist og fræðimennsku. En Pál hafnar þessu öllu. Hann segir, ég kom ekki með veggsamlegum flutningi eða speki. Af hverju? Vegna þess að boðskapurinn sjálfur, boðskapurinn krossfesta Messías, boðskapurinn veikleika og auðmýkt. Miðlunin verður að samræmast boðskapurum. Trúin á að byggjast á mætti Guðs, ekki á sannfæringarkrafti manna. Ég skil alveg hvaðan þú kemur með þetta og þetta vissulega mikilvæg áminning gegn hræsni. En ég held að þessi nálgun einfaldi málið of. Góð verk ein og sér geta verið tvíræð. Án skýra útskýringa á hvers vegna við gerum það sem við gerum, getur hinn sanna uppspretta gæskunar alveg farið fram hjá fólki. Skoðum þessa sögu texta þegar Páll segir í Korintubrefinu að hann hafi komið til að kunngjóra eður leyndardóm Guðs, þá það alger lykilsetning. Hann ekki að tala eitthvað einfalt. Hann að tala hinn krossfesta Messías. Við verðum að setja okkur í spor þeirra sem heyrðu þetta fyrst. Hugmyndin krossfestan frelsara var fáránleg. Það var eins og að tala sigursælan konung sem hefði verið tekin af lífi á sem niðurlægjandi hátt. Þetta þversögn sem gengur gegn allri mannlegri rökfræði og að boðast líkan leyndardóm krefst meira en þögulega verka. Það kallar á útskýringar. Höfnun Páls á veraldlegri mælskulist ekki höfnun á allri rökstuddri orðræðu, heldur að þeirri tegund sem byggir á sjálfsupphöfð. Og í Mattheusar Guðspjalli, hvað gerir Jesús? Hann segir við lærisveinana: þér eruð ljós heimsins. Hann setur fram guðfræðilegan ramma fyrir gjörðir þeirra. Munnleg kennsla óaðskiljanleg frá kallinu til verka. Fólk sér góðverkin og þá veksamar það föðurinn. Tengingin verður að vera gerð og það gerist oftast með orðum. Svo það Sálmur 112 sem lýsing á lífi réttlátsmanns. Það athyglisvert að sálmurinn stafrófskvæði, þar sem hvert vers byrjar á næsta stafi hebreska stafrófinu. Þetta ekki tilviljun, það táknar að lögmál Guðs og lífi sáttmálanum nær yfir allt lífið, frá A til Ö. Þetta bendir til þörf á skipulögðum heildstæðum skilningi, ekki bara ósjálfráðum góðverkum. Þetta líf sem byggt á kennslu og námi. En þarna ertu komin að kjörna málsins sem ég reyna að komast að.
Þessi áhersla á skipulagan skilning og útskýringar getur verið varasum. Aðvörun Páls gegn því að sannfæra í lykilatriði. Í greiningun á textunum bent á að í gríska orðinu sem notað þar felst hugmyndin að færa sigur, en markmiðið að sigra í rökræðum? Hægt að þvinga fram trú eða kærleika með betri rökum? Ég held ekki. Þegar við reiðum okkur á mælskulisti eða svona vitsmunalegan sigur hættan svo að trúin byggist á mannlegri speki sem hvörful og brothætt. Vitnisburður líf sem lifaðar í anda sælubóðunarinnar, líf fátækt í anda, hógvart miskunnsamt hins vegar predikun sem þarfnast engar vörn. Hún sigrar ekki, hún býður fólk inn. Binvi, þetta gengur ekki alveg upp fyrir mér. Páll Póstuli var ju einn mesti predikari allra tíma. Maður var ekki bara að vinna hljóðlátt góðverk, hann ferðaðist allt Rómaveldi, rökræði á torgum, í samkunduhúsum og skrifaði flókin guðfræðilega bref sem við enn að reyna að skilja til fulls. Ertu þá ekki gera Páll einhvers konar háskólaprófessor? Spyrð þú kannski. Nei, alls ekki. Hann var að tala til hafnaverkamanna og þræla jafnt sem fræðimanna. Tilgangurinn hans var ekki að hafna rökhugsun, heldur að hafna þeirrin yfirborðslegu oft blekkjandi mælsku list sem einkenndi samtíman. Markmið ekki að sigra í deilum, heldur að kynna sannileikan á skýran og rökréttan hátt. Páll vildi að fólk skildi þennan djúpa leyndardóm krossfelts Messíasar. Hvernig getur fólk trúað á það sem það hefur hvorki heyrt né skilið? Verkin vekja forvitni, þau búa til opnun, en það eru orðin sem gefa forvitninni innihald og merkingu. Ég sé rökfræðina í þessu, en ég held að þú sért að vanmeta kraftin í verkinu sjálfu. Leyfðu mér að koma aftur að túlkuninni á ljósi heimsins. Tengingin milli Jesaja og Mattheusar svo sterk. Hjá Jesaja segir, þá mun ljós þitt brjótast fram sem morgunróði. Hvenær? Þegar þú gefur hungruðum að borða og leysir þá sem eru í fjötrum. Það ekki þannig að verkið sé eitt og ljósið annað. Ljósið kærleikasverkið. Þegar við breytum tuð, þegar við sýnum sömu miskunn og sama réttlæti, þá erum við ekki bara að endurspegla ljósgós í fjárlegð, nei, verkin okkar verða sjálfa ljós í myrkri heimsins. Eins og segir í greiningunni, þegar þú gefur, endurspeglar þú nærveru Guðs. Það guðfræði í verki. Það ekki þörf á frekari útskýringum þegar verkið sjálft svo skýr ópenberun á eðli Guðs. Það holdgerfingur boðskaparans. Þetta fallega orðað og sannfærandi, en það einmitt hér sem við förum að gæta okkar. Já, lærisveinarnir eru ljós heimsins, en eins og athugasemdirnar við textana benda á, þá hið sanna ljós Kristur sjálfur. Lærisveinarnir eru endurskinn eins og tunglið endurspegla sólina. Til þess að endurspegla ljósið rétt verða þeir að skilja uppsprettuna og vera rétt stiltir gagnvart henni. Hlutverk þeirra ekki bara að vera góðir, heldur að opinbera nafn þess sem starfar í gegnum þá. Slík opinberun krefst nánast alltaf orða, annars gerist það sem við sjáum oft í dag, góðverk einfallega álitin almenn mannúð, fólk mun kannski dásta verkinu, en það mun ekki vegsama faðir í þar á himnum vegna þess að það veit ekki að hver hann það veit ekki að það faðir á himnum sem uppsprettan, tengingin glatast. Þá verður vitnisburðurinn ófullkomin og endar kannski bara á því að vegsama manneskjuna sem framkvæmdi verkið en ekki Guð. Og þarna sérðu nákvæmlega hættina sem ég að tala um. Ef við leggjum ofuráherslu á að útskýra ljósið með orðum, ekki hættan svo að við verðum svo upptekin af guðfræðinni að við gleymum að vera ljósið sjálft. Það einmitt ræsnin sem Jesaja varaði svo sterkt við. Fólk sem var mjög upptekið að réttum trúarátöfnum og orðum en hunsaði óréttlæti beint fyrir fram að nefið á sér. Trúverðuleiki kirkjunar og kristna manna hefur beðið mikinn hnekki í gegnum söguna þegar orðin eru stór en verkin smá eða engin. Þegar við segjum eitt en gerum annað. Tekstarnir sem við lesum vara okkur beinleinis við freistinguna að leita eftir öflugum fjölmiðlum eða áhrifamikri mælskulist til að koma boðskapnum á framfæri. Boðskapnum auðmjúkan þjón best þjánað með fátæklegum aðferðum, með þjónustu sem talar sínu eigin, lága en skýra máli. En hættan hínum megin alveg jafn mikil ef ekki meiri. Hættan við að einblína endungu á verk þú að trúin verður ágreið sem einhvers konar félagsleg hjálparstarfsemi, óaðgreinaleg frá Rauða krossinum eða annari veraldlegri góðgerðarstarfsemi. Allt það dýpsta og róttækasta glatast.
Hinn kjarnkendi og þversagakendi sannleikur krossfestan Messias, þessi hugmynd sem gjörbylti heiminum hverfur. Án þess að útskýra hvers vegna við gerum það sem við gerum, missir hvað sitt sérstaka brag, sitt salt. Þá endar boðskapurinn bara á því að vera einhvers konar almennur, verður góður boðskapur. Allt það umbreytandi þessi róttæka hugmyndum velviljaða áætlun Guðs fyrir mannkynið, það bara hverfur. Verkin geta orðið innantóm ef þau eru ekki meðvituð og tengd við uppsprettu sína með skýrum vitnisburði, þau verða siðferði án guðfræði og það er ekki kjarni fagnaðarendisins. Ég heyri hvað þú segir, en þegar öll voru á botnin volt, þá er meginboðskapur þessara texta eins og ég les þá, að sönn trú birtist í óeigingjörnum verkum. Líf okkar lífaði auðmýkt og þjónustu í samræmi við anda sælubóðuninnar og verður áhrifamesta predikunin. Það endurspeglar ljós Guðs á hátt sem sannfærandi rök eða háfleig orðræða geta aldrei leikið eftir. Verkin eru holdgerfingur boðskaparins, ekki bara undurbúningur fyrir hann eða skreyting á honum. Og þótt þessi sammála því að óeigingjörn verk séu algjörlega ómissandi, þá er niðurstaða mín svo að þau séu ófullkomin án skýrar boðunar á þeim sannleika sem er þeim innblastur. Til að vera sannarlega salt og ljós verðum við ekki aðeins að breyta við réttlæti, heldur einnig að geta útskýrt þann djúpa leyndardóm Guðs sem gefur þessum verkum sitt endalega gildi og merkingu. Kannski er spurningin ekki hvort verkin eða orðin séu mikilvægari, heldur hvaða hlutverki hvort tjónar. Verkin eru kannski spurningin sem lífi spyr. Þegar fólk sér óútskýrðan kærleika eða forn þá spyrða af hverju, og það eru orðin sem eru svarið við þeirri spurningu. Án spurningarinnar er svarið innantómt og fræðilegt, en án svarsins er spurningin bara óleyst gáta. Þessi spenna milli þess að vera og gera, milli vitnisburðar lífsins og vitnisburðar orðana er greinilega kjarnin. Og það er kannski engin einföld lausn. Einmitt. Textarnir fetja okkur ekki endilega til að velja á milli, heldur til að íhuga hvernig þessi tveir þættir þurfa að flétast saman, hvernig þeir þurfa og hvor öðrum að halda, til að miðla trúarboðskap af heilindum og áhrifaríkan hátt, og það er enn margt að kanna í því hvernig verk og orð geta best stutt hvort annað.